árið 2021 eru Cryptographic Failures, en þetta hétt áður Sensitive Data Exposure. Þetta einblínir í raun á dulkóðun, hvort sem hún notuð vitlaust eða bara yfir höfuð ekki. Og þetta í raun biður okkur að spyrja þessar spurningar: hvernig eru gögnin okkar varin? Og það þá yfirleitt á tvenna vegu sem við erum að spá í þessu, sem in transit, það að segja þegar gögnin fara á milli clients og servers. Og þar til dæmis ættum við alltaf að nota HTTPS, sem þá í raun örugg samskipti, þar sem í raun dulkóðuð traffík á milli. Af því ef við erum ekki að nota það, þá hægt að hlera traffíkina, og það til dæmis með lykilorð eða bara yfir höfuð það að notandi sé að eiga samskipti við einhvern server. Og það að geta séð þau samskipti getur í raun verið bara leki á persónugreinanlegum upplýsingum. Og síðan það at rest, sem þá gögnin okkar þegar þau eru í geymslu. Þannig að þegar þau eru bara í gagnageymslu eða einhvers staðar. Til dæmis þetta að lykilorð ætti alltaf að geyma dulkóðuð. Og þá þetta líka svona spurning sem við getum spurt okkur hvað ef einhver árásaraðili kemst yfir öll gögnin okkar? Hægt að lesa eitthvað viðkvæmt úr þeim eða eitthvað sem við viljum ekki að sé í raun leki út? Og ef svo gætum við þurft að geyma dulkóðuð. Hvernig ættum við að gera það? Hver strategían okkar með það að dulkóða gögnin okkar? Og geymsla viðkvæmra gagna grafalvarlegt mál, og til dæmis PCI-vottun sem þarf að fara fram þegar við erum að vinna með greiðslugögn. Til dæmis ef við ætlum að vinna með kreditkortanúmer, og þá megum við ekki einfaldlega bara taka við kreditkortanúmeri gildistíma og CVF-gildi. Við þurfum í raun að uppfylla ákveðna staðla, og við þurfum að fara í gegnum vottun til þess að bara yfir höfuð mega það. Og þá það okkar sem forritara að meðhöndla þessi viðkvæmu gögn vel, og við berum faglega skyldu til þess. Og núna einnig komin lagalegur rammi sem að segja að það skylda okkar, en með GDPR, sem löggjöf frá Evrópusambandinu sem gekk í gildi árið 2018 líka á Íslandi, þá það breytingar á því hvernig við megum fara með gögn notanda. Og þá þurfum við að vera til staðar ákveðnir vinnslu samningar sem segja til dæmis að ég sem forritari sem hef aðgang að þjóðskrá, að ég get ekki bara átt og gert uppflettingar í þjóðskrá án þess að það sé skráð eða loggað. Þannig að ef ég að skoða mikið einhverja aðila, þá ætti hægt að rekja það til mín. Þannig að eitthvað kemur upp, að þá hægt að sjá það að ég hef verið að skoða persónugreinanleg gögn án réttinda til þess. Og svo náttúrulega fyrir þetta ef maður vinnur í bönkum, vinnur með einhver önnur kerfi sem að taka við einhverjum gögnum frá notendum, að það ekki í boði að vera bara með einhverju svona lausar reipunum prósessa kringu það, þeir þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði.